Jæja, þið eru komin hérna allavega fyrir Laugarhlaupi. Þið eru fulltrúar hlaupahóps FH, það ekki? Jú, mikið rétt. Já. Hvað, eru þið að fara í fyrsta skipti eða hafið þið farið áður? Já, ég hef búinn að fara 10 sinnum áður. Já. En þú Guðni? Ég er að fara í annað skipti núna. Já, þannig að þið eru með reynslu. Já. Það er að bæta tíman ykkar. Já, heldur betur sko. Já. Það ætla að slátra honum sko. Ha? Ég ætla að slátra gamla tímanum mínum. Já, ok. Hvað má segja markmið? Ég er að stefna 6. Já, frábært. En þú halda á? Já, ég er svona að reyna að vera eða svona kringu 6,5 tíma. Já. Þannig ég er mjög sáttið við það að vera á 6,5 tíma. Já. Ég er búinn að fara 2 áður og það var, ég hitti fyrir á 6,18 og árið þar á 6,25, þannig að 6,30 núna er helviti gott sko. Já. Hvernig líst ykkur á, haldið þið svona að veðrið sé ekkert að hafa áhrif á þetta? Haldið að veðrið sé þannig að þið sé ekkert truflingur? Ég held að það mun ekkert hafa neinn áhrif, maður leggur á stað og maður ekkert að hugsa annað en bara að halda áfram. Hvað eru margir úr hlaupa á FH sem voru að fara þetta? Hvað erum við? 12? Ég veist að gætum við verið í stafbílinu 10-15, já. Já, eitthvað svoleiðis. En við erum bara hugarástand. Það er bara maður þarf að taka þessu bara með opnum hug og bara, þú veist, hlaupa bara inn í þetta og njóta og bara hafa gaman að þessu. Já, frábært. Segið mér hérna, eru þið búin að hugsa vel sko í vikunum undan næringu og það allt saman, svefn, næringu? Eru þið að pæla svolítið í því? Já, ég pæli svolítið mikið í því sko, þannig að ég passa mjög vel upp á svefninn og vatnsbúskapinn og þetta næringuna sérstaklega viku fyrir laupi, en bara svona almennt gerir það bara öllu jafna svona yfir allt árið. Hvað hérna, sko, að þið nú erum bara búin að fara áður, hvað er af svona reynslan, fyrir reynslan, hvað er úr fyrir reynslu, fyrir hlaupum sem að þið einhvern veginn eru núna svona fókusir á að gera betur, sem einhver mistök sem þið gerðu eitthvað sem þið getið nefnt, sem þið muni gera betur núna? Já, það sem að ég ætlaði nú að reyna, er búinn að vera að nota allt lífið til þess að það er hérna að hægja á mér til að byrja með, maður fer alltaf og hratt af staði til að byrja með og þá drepum maður sig á söndunum, þannig að ég vona að lífið endist mér til þess að læra það að fara nú að hægt af stað. Ok, en þú Guðni? Já, ég tek undir það og kannski stopp ekki of lengi á drykkjastöðunum af því að sá tími getur verið mjög dýrmætur. Það er gott að samt að stoppa, fylla á vatnið, fá sér næringu og svo bara rjúka af stað. Frábært. Takk kærlega fyrir þessu haldara og gangi ykkur rosalega vel. Takk fyrir. Takk.